Podcast í mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportátturum með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Klukkan er 9 mánudagskvöldi 16. desember, 8 dagar til jóla, hvorki meira en ég minna. Og við erum konni í körfuboltan og að þessu sinni er það Ragnar Neyþursson, leikmaður Þór Þórlásarnar. Komdu blessa á sællið ekki? Jú, sælir. Hvernig hefur það? Bara óskum gott. Já, það er nú ekki annað hægt eftir leik gærdagsins. Nei. Það. Þú áttir heldur betur stórleiki gær og hérna Íringum. Já, takk. 27 stig og 22 frákost. Hvernig óskopunum fórst að þessu? Já, þeir bara voru ekkert að stíga mig út. Já. Þeir gátu þeir reyndar ekki. Þeir reyndu þannig nokkuð sinnum, en það er nú bara meira en að segja það, sko. Já. En hvernig hefur ykkur fundist annars tímabilið fara stað hjá okkur í Þorlákshöfn? Við byrjum vel, sko. Svo vorum slakir í svona leiki eins og sem að við töldum okkur eiga að hafa unnið, sko. Já. Til dæmis eins og Valsleikinn og hérna KFÍ og hérna Haukar og svona. Þá mættum bara slakir í þá leiki. Já. En við enduðum með þannig 2 sigurum, þannig að við erum sáttir hvað við stöndum. Þannig að það er allan að engin fíla á með þeir en þau í úrslitarsætinu, úrslitakeppnis? Nei, alltaf. Helmingurinn bara búinn og seinni helmingurinn allir eftir, þannig að við erum rólegir allan núna. En hvernig er annars stemningi búin að vera í Þorlákshöfn á leikjum núna þetta haustið? Jú, maður reyndar settur út í græna drekan, sko. Hann búinn að sjást lítið á þessum drekan, sko. Já. Ég veit ekki hvort að drekin fór með Darra og Gumma, en maður bjóst nú allan við að sjá meira og heldur en búinn að vera núna. Bara eiginlega búinn að vera ábúinn að skamma, sko. Eru þeir kannski búin að vera að sjást bara á leikjum hjá Gumma og Darra? Ég heldur það, sko. Þeir eru allan ekki búinn að sjást hjá okkur. Nei. En þeir hljóta að koma þarna öflugir inn þegar það nálgast úrslitakeppni? Jú, það ég trú ekki öðru en því strákana. En þeir eru allan í 7. sæti og eru svona nokkuð sáttir allan með það að vera áfram í því sæti? Já. En svona aðeins að leiktíðanbilinu sjálfu, nú ert þú búinn að eiga alveg frábært leiktíðanbil, má segja að þú sért í þínu besta formi í dag, eða? Já, klálega. Það æfiði mikið með landsliðinu í sumar og svo núna er ég í einkaferðum hjá Baldur Þór og hann er alveg búinn að taka mig alveg í gegn. Hældi mig allan maður og láta mig gera einhverjar þvílíkar æfingar og búinn að hjálpa mér að styrkjast mikið. Já. Hann er búinn að vera að kenna mér að staði sýlinu og svona. Já. Eru þeir að pína þig nokkuð eða? Nei. Þeir eru bara að gera einmitt það sem ég vildi, sko. Já. Ég talaði það fyrir tímabilið. Ég vildi fá svona alveg þjálfin í lyftingarsalnum og svona og þeir eru alveg standa alveg við það. Já. En svona öðrum liðum í þessari deild, er eitthvað búið að koma óvart í þessari deild? Það sem það verið á tímabilinu? Komur óvart? Nei. Eða svona kannski alveg hissa að sjá hvað Snæfell er búin að vera upp og niður. Það er kannski aldurinn sem byrjar sem tótt yngir hana í Snæfell. Nei. Og erum núna búin að missa einn lykilmann þeirra. Já. Og það er svona svo hérna ég er alltaf Stjarnan missið hana Jóvan þegar við missa helviti mikið þegar hann fer. Já. En hérna og fá þannig að ekkert rosalega góðan kann alltaf að byrja með þannig að þau byrjuðu svo líkla. Já. En svona, aftur á Þorlákshafnarliðinu, þetta er nú frekar ungt lið þetta tímabil og ert þú ekki bara einn af gamlingjónum eða í þessu liði? Jú, við erum þarna ég held að meðalandinu sé bara 20, sko. Ef þú hugsaðu þannig og hérna sem að er svo fínt, sko. Við erum alltaf hana ungir og viljum sína okkur og sanna okkur og eins og fáum hana Tomma og Tommi vill sína sig og ég vill sanna mig að ég sé ekki bara eitthvað 50 deildar leikmaður og
góður móri til liðinu, ég meina, það bara mjög fínt. Já, og þú þessi pjakkar eitthvað að berja á þér? Já, svona, hann ungur efnilegur, hann Dabi Gústa. Hann reynir eitthvað að berja mig, ég lema bara móti, sko. Já, auðvitað. En hann allan svona óhrættastu við þig kannski úr leikmannahópnum? Já, þvílíkt efnilegur og lætur mig oft finna fyrir því, hann á póstunum, sko, hann fer stundum illa með mig og 17 ára pjakkur, það er ótrúlegt. Já, nákvæmlega. En svona, já, nú náttúrulega aðeins að koma, þínu uppeldisfélagi, fyrst til Karla, hefur þér náð að fylgjast eitthvað með því? Jú, maður auðvitað fylgist maður með því. Og hvernig svona hefur fundist fyrsta deildi vera þetta tímabil? Það er náttúrulega Tindastólslið, það er náttúrulega þvílíkt, sko, þannig að það er ekkert viss að það sé að fara rúlu deildinni. Nei. Og þótt að mínir gömlu menn eru nú búin að byrjuðu nú illa, sko, og eru alls ekkert í einhverju óskastöðu þannig séð. Nei. Þá held ég að ég vonaði að þið notið tímabilið bara til að gera singli leikmenn betri, sko. En þeir skelltu nú nágrunum sínum í FSU núna á dögunum? Jú, það er náttúrulega. Er það kannski skildur sigur þegar maður var í Hamar að vinna FSU? Það er bara þessi leikir sem maður verður að vinna, sko, þegar maður er í Hamar að vinna FSU. Það er alveg. Já. Þegar ég var alveg stökk, sko, þá var það bara skilda að vinna Þór Þórðarsson. Já. Já. En svona, með hvernig deildin er, þá spáir allan að Tindastóll sé sterkasta lið, en hvaða lið heldur að farið þarna upp með þeim, ef þú myndir skjóta núna? Ég myndi halda að veri Tindastóll og Fjölnir. Fjölnir eru þarna fengu þarna, hvað heit hann, Davíð sem var í Grindavík fyrra. Já. Og fengu Óla Torfa, þannig að þeir eru heldur sterkist líka. Ég eiginlega vona bara að Hamar falli ekki, sem ég sagti þetta á. Já, nákvæmlega. Sem ég veit að þetta hefur gerð ekki, sko, halda sér uppi. Já, og eru náttúrulega búin að styrkja sér núna, búin að fá, Sigurður Hafþórsson og, svo er einn leyndardóms fullur leikmaður að birtast þarna til þeirra, skilst mér. Já. Þannig að, en aðeins að Dominos-deild kvenna, þar er náttúrulega Hamar líka. Jú. Og þú væntanlega nærð að fylgjast með þeim? Já, ég er aðeins búin að vera þarna að skoða það og svona. Og hvernig svona líst þeir á þetta tímabil hjá þeim? Bara mjög vel, sko. Það hatti náttúrulega algjör snillingur og séralum þær og það eru bara með flott leik. Kaninn byrjaði svona heldur slaft en er núna búin að stíga upp og sína hvað hann getur. Svo erum við með þarna reynslubolta eins og Íris Ásgeirs og Fanny. Svo náttúrulega glímudrottningurinn Marinlaufi er náttúrulega þvílíkt sterkt. Já, og byrjaði að rífa fleiri og fleiri fráköst. Já, þetta er bara einn okkar efnilegustu stúlka bara á Íslandi. Já. Ef hún heldur þess áfram, sko. Hefur einhvern tíðan spilað á móti henni, kannski undir körfunni? Nei, ég er nú alltaf að skora hann í glímu, en hún mætir aldrei með þessi belti, maður þarf að vera með eitthvað glímubelti. Já, það þarf að vera svoleiðis. Já. En það er allan að, þær eru í 4. sæti deildinu og í virkilega, jafnir í deild og, þeim var náttúrulega ekkert spágóðu gengi, en þær eru svo sannarlega afsannað það, þessu spekinga vitlýsinga. Já, þetta er þvílíkt flott lið sem er þarna, sko, flottur þjálfari og ég veit að það er góður mór allan, þannig að það má afskrifa þær eða vannmeta þær eða neitt svolítið, sko. Nei. En svona áður en ég sleppi þér, þá ætla ég að spyrja þig aðeins út í NBA-deildina. Hvað er þitt lið í NBA? Það var nú alltaf Denver Nuggets. En ég er eiginlega ennþá ekki búinn að fyrirgefa þeim að hafa rekið George Karl þegar hann vann þjálfari ársins í fyrra. Já. Og svo var hann bara rekinn. En ég er eiginlega ekki ennþá búinn að fyrirgefa þeim og ekkert búinn að fylgjast með þeim út af þessu. Já, einmitt. En ég er voðalega hrifinn af Pacers-liðinu núna. Og mér finnst voðalega gaman að horfa á Knicks nema þeir eru bara alltaf að tapa. Já. Og þessi New York lið er allan ekki að standa sig. New York, og ég er líka mjög hrifinn af Brooklyn. En ég veit ekki hvort þessi þjálfarinn, því að þetta er náttúrulega þvílíkir leikmenn í báðum liðum, en það er bara eitthvað ekki að takast hjá þeim í New York. Nei.
En þannig að svona, já, þegar þú horfir á þess að deild núna, þá svona Pacers svona þitt lið í augnablikinu? Já, ég vil segja það. Ég búinn að horfa á svona flesta Pacers-leiki. Nákvæmlega. Ragnar Neithjálsson, svona áður en ég sleppi hvað fannst þér svona standa upp úr á þessu ári í körfuboltanum? Á þessu ári? Já. Í körfuboltanum? Ég verð að segja eiginlega landsleikurinn á móti Búlgaríu hérna í sumar. Þegar Jón Arnór var að keyra körfuna og það var augljóslega brotið 6 sinnum á honum. Já. Og þeir yfir með 1 eða 2. Þannig að við þurftum að klára þetta, hann dræfa allilega körfuna, var búinn með 30, var með 36 í stíð í þessu leik. 30 kallinn, bara það sást hann hvað hann í raun að veru okkar langbesti maður. Já. Og það að þeir komast upp með að brjóta niður og við töpum, þeir komast ekki áfram í áfram úr riðlinum. Það svona það sem að stendur svona mest í mér, held ég. Já. En svona, ef þú myndir velja núna íþróttamann ársins og hefðir atkvæðisrétt til þess, hvern myndir þú velja í dag? Íþróttamann ársins í dag? Já. Ég nú ekki búinn að fylgjast of mikið, en ég myndi segja íþróttamann ársins væri hinn eini sanni Ragnar Ágúst Nathanaelsson. Já, sko. Ekki að spyrja því. Hann búinn að æfa mikið og framförum og ég bara leiðtogi í þessu liði sem hann í og þetta er bara hetja þessi maður. Já. Ég held að ég bara enda á því að vera sammálaðið bara. Já. En Ragnar Neithjálsson, þakka þér kærlega fyrir og ætla að við reynum ekki að henda atkvæðinu á þennan Ragnar Ágúst Neithjálsson. Jú, ég mæli með því. Herru, þakka þér fyrir. Gleðileg jól. Já, hvetjum að sjálfsögðu alla til þess eftir áramót og körfunni. Því að nú er komið pása í það, en það var 1 leikur í kvöld, það var Njarðvík Stjarnan og Njarðvík hafði betur 98-87. Það er eini leikurinn sem fór fram í Dómsdeild karla í körfubolt og staðan í Dómsdeildin er nú þannig að KR er á toppnum með fullt og stiga eftir 11 leiki, eða 22 stig, Keflavík er í öðru sæti með 20, Grindavík er í þriðja sæti með 14, Njarðvík fjórða með 14, Haukar, Stjarnan, Þór Þorlákshöfn koma þarna í 5. til 7. með 12 stig og Snæfell í 8. með 10 stig, KFÍ í 9. með 6 stig, IR í 10. með 4 stig og Skallagrímur í 11. með 4 og Valur á botninu með 2 stig. Og í Dómsdeild kvenna er staðan þannig að Snæfell er á toppnum með 22 stig, Keflavík í öðru með 20, Haukar í 3. með 18, svo kemur bara röð frá 4. upp í 7. Hamar, Valur, KR og Grindavík með 12 stig og Njarðvík eru neðst með 4 stig. Og í fyrstu deild karla þá er staðan þannig að Tindastóll er á toppnum með fullt stig eftir 8 leiki eða 16 stig, Þór Akureyri í öðru með 12 og í 3. til 5. sætis með 10 stig Breiðablik, Höttur og Fjölnir og FSU og IA er í 7. og 7. sæti með 8 stig, Hamar í 8. með 4 stig og Vangi Júpiters í 9. með 2 stig og Augnablikur í neðstu með 0 stig. Og auðvitað sleppi ég ekki fyrst til kvenna, en staðan er þannig að Breiðablik er á toppnum þar með 10 stig ásamt Fjölnir sem er í öðru með 10 líka, Tindastóll í 3. með 8 og Stjarnan í 4. með 8, Grindavík B í 5. og með 4 og Þór Akureyri 1. með 4 stig, FSU í 7. með 2 og Laugdælir með 0. Við erum að fara í meistaradeild Evrópu núna eftir smá stund. Það er Hjörtur Hjartarson, umsjónarmaður meistaramarka sem verður hérna á línunni eftir smá stund. En það var dregið í 16. úrslitin í dag og það er heldur betur spennandi tíma framöndan þar. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Alvöru dráttur eins og maður orðaða.